Jæja, áfram höldum við föstudagsþáttinn og nú hljóp aldeilis á snærið hjá mér. Hann kominn til mín Bjarni Óskarsson frá Völlum, velkominn. Takk. Með svo miklar kræsingar, ég veit ekki hvað ég á að byrja. Þið rekið þessa litlu sveitabúð á Völlum í Svarfaðardal. Já. Og þar þið að gera alls konar. Já. Og hérna bara smá sýnishorn kannski. Þetta bara örlítið sýnishorn. Þetta svona öskrar mest á mig. Hvað þetta? Þetta pressukvönn og hún virðist vera mjög það er mikið lækningamátt, sérstaklega fyrir kallmenn með blöðruhálskirtilsvandamál. Selja hana svona fyrsta eða? Já, við bara tökum kvönnuna, pressum hana og setjum hana beint í póka og beint í frost. Má ég smakka eitthvað? Má opna og smakka? Fer þetta allt út malta, heldur þú? En hún ekkert... Nei, ég þori ekki. Ég held þetta fara allt í vesunum þá. Ég smakka þetta bara eftir. Já. En svo verður smá hrat og það fer nú ekki til spillis. Nei, við komum það hérna, sem sagt, rosalega gott keks sem hún Jósa vinkona mín, leikkona. Já. Þekkirðu hana? Já. Hún mikið vinkona okkar og hún gerði svona keks hjá okkur einu sinni og var að hjálpa okkur í veislu. Já. En svo ég aðeins búin að svona, ég ætla ekki að segja, uppfæra það sko. Því ég átti svo mikið að rati úr kvannarkristingunni að þá bætti ég, þurrkaði það og krydda keksið með kvanni. Og þá kemur sem að vera öðruvísi bragð? Já, kemur bragð og hollusta í leiðinni. Ok. Og svo það rækta jarðaber? Við erum að rækta jarðaber og erum með stærsta sólberjakur landsins? Já. Stærsta og jável eina. Sólberjakur sem þá vantilega undir samt, og það úti? Já. En jarðaberin í gróðurhúsum? Jarðaberin í gróðurhúsum, köldum húsum. Og við erum að rækta hindber og bromber og svo kaupum við viltber á haustin af fólki sem að tína. Bláberinn og búið til þessu sultu? Já, bláber og svo ræktum við náttúrulega rabarbara og... Já, og svo það reykja alls konar? Já, við erum að reykja osta. Þetta til dæmis Vallaljótur. Já. Sem sagt, og hann heitir í höfuðið á fyrsta landnámsmanni Valla sem heitir Ljótur Ljótsson frá Hofi. Og... Vá, hvað er gott. Hann sem sagt, já, þetta er maður heldur að maður sé að fara að borða sko reyktan fisk á lyktinni. En svo þetta bara ostur. Já. Og þetta hér. Þetta eru ostursveppur. Ótrúlega fallegir. Og þeir vaksa á, segiru? Já, sko, við ræktum þá í kaffikorg sem að fellur til á veitingahúsum í Reykjavík. Og svo þurfum við að útbúinu bara aðstöðu. Hann þarf að fá svona 90% raka og svona 16-17 gráðu hita. Þannig að þið eru með eitthvað ákveðið gróðurhús í því? Já, við erum í rauninu bara með kæliklefa sem við breyttum í svona ræktunarskáp. Þurfum við að gera eitthvað við kaffikorginu eða er hann bara klár? Við fáum hann frá honum Magnúsi sem hann safnar þessu saman, Magnús Magnússon, Emsson Sveppir heitir það. Já. Og hann safnar þessu saman og sýkir fyrir okkur kaffikorginn með sveppaþráðum. Já. Og svo fáum við bara pókana og við þurfum bara að... Leggja þetta til einhvern veginn? Já, opna og rétt umhverfi. Og þá sprettur þetta upp á kaffikorginn? Þá vex sveppurinn upp úr, já. Og þið bara notið hann beint í ykkar? Við erum að nota hann á pizzu, við erum með pizzur, skilur, það er ein pizzan með ostursvepp og truflum. Já, má ekki líka bara smakka hann svona beint? Jú. Og við erum að þurrka hann og þá er hann, þú veist, fínn í sósur eða súpur og hvað sem er svoleiðis. Og heitir hann ostursveppi bara því hann minnir svona einhvern veginn á skil? Ég veit ekki okkur, það getur vel verið, en mér finnst þetta bara listaverk. Ótrúlega fallegt. Fallegur sveppur. Og svo er það reykjað hérna einmitt ástana, þarna var Ljótur og hér er einhver annar. Já, þetta er tindur. Já. Tindur er, sko, þetta er 12 mánaða gamall tindur, hann er seldur sem 12+, hann er ekki seldur í almennum verslunum. En þessi ostur er framleiddur á Söðukrugg og ostagerðarmeistarinn kom til mín í fyrra og ég segi svona, mér finnst hann eiginlega minna með á parmesan. Hann sagði, já, það getur passað vegna þess að við erum að reyna að gera parmesan. Þá tekur þú við ostinum og reykir hann og gera hann einhvern veginn ennþá öðruvísi? Já, bara svona bragðmeiri og lengi líftíman í leiðinni. Já. Því að reykurinn, hann er svona bakteríudrepandi. Já, geymsluaðferð. Það er svo bleikjan hérna, við erum að reykja mikið, við ræktum bleikju líka. Og reykjum. Bara þarna á bænum? Já, bara á bænum. Í einhverjum kerjum? Nei, í Tjörnum. Í Tjörnum? Já. Og þetta er þá bara heimaræktuð reykja og heimareykt og allt? Heimaræktuð og reykt og svo eigum við hann að grafna og við hefum grafið lax og við erum að reykja. Og eins og þetta sé ekki all nokkuð, þá eru þið líka með sko veisluþjónustu og takið á móti hópum og í skemmtilega umgjörð. Þið eru búin að
kaupa þarna velli segi ég, velli í Svarfaðardal og voru að breyta öllum útihúsunum í svona... Já, það er mjög að segja það. Við erum búin að breyta fjósinu í bara svona fullkomna matvælavinnslu. Nú fyrir ég að gráta. Vákvæmlega góður. Ertu ekki að grínast? Hvað með hverju reykjur? Einhverju spesitaði eða? Nei, þetta er beikireykt. Og hérna, já, og svo erum við að taðríkja líka og svona fyrir jólin hangikjöt og allt mögulegt. Og takið það mútið, veisluhópum alveg upp í 100 manns? Já, við getum gert það, já, svona standandi. Við getum tekið svona kannski 60-70 sitjandi. Eins og svo bara, svo þurfum við að bæta við. En sko, þú ætlaði bara að fara að kaupa þér sumarbústað, búin að vera í bransanum í mörg ár. Hvað var það nú? American Style og Nings og Kaffi-ópera og Snaps og ég veit ekki hvað ætlaði kannski aðeins að fara að róa þig niður og fara norður í sveitina, en þá gast ekki hætt. Nei, og bara fórst í einhvern algjöran trilling. Er þetta kannski meiri trillingur heldur en Já, þetta er eiginlega mesta sem ég hef lent í. Þetta er mest bindandi því við komumst ekkert í burt. Við hjónin erum bara þarna, þú veist, með opna búð alla daga, frá því að traffíkin byrjar, sem sagt, frá því við opnum, það er svona í byrjun júní, og svo alveg fram á haust. Og eigið þið smá breyk á veturna þá til að jafna ykkur og saman kröftunum. Já, svo reynum við að taka okkur gott frí á veturna. En finnst þér þetta ekki gaman? Jú, þetta er gaman. Maður fær svona útrás fyrir að skapa og búa til. Það er alltaf að koma með eitthvað nýtt. Og svo er þetta að nýta svo vel hráefnið mitt með kvönnina og kaffikorgin og fleiri svona... Já, fullt af alls konar sko. Við erum að reykja allt mögulegt eins og þú sagðir áðan, við erum að reykja smjör. Já, þið erum að reykja smjör. Og með hverju nota maður það? Það er bara gott sem svona kryddsmjör. Svo tekið það og þeytið það upp með salvíu og hvítlauk og þá ertu komið bara með gott kryddsmjör með steikinni eða fiskinum. Ekki beint hún á brauðið? Getur það. Okay. Já, við erum að selja súrdegsbrauð og getum tekið það bara grilla það og smurta með þessu skilur. Nú eru allir farin að slefa og nú fara allir að hringja og panta eitthvað í áskrift en þið bara annið ekki alveg eftirspurnina. Nei, fólk verður bara að mæta til okkar. Já, kom í búðina. Já, kom í búðina. Ég er búin að vera ógeðslega lengi á leiðinni, nú er ekki sko spurning. Það er opið hjá okkur í búðinni frá 1 til 6 alla daga. Já. Það er bara að gera að renna við og kíkja ofan. Já, að gera að renna við. Það standið þið vaktina? Já, við stöndum vaktina og ég er hérna bakvið að elda eitthvað og konan í afgreiðslunni. Og svo koma börnum sem getur með þessi að koma að fengir ís og komið alveg að ætlaði að fara að framlega ís líka? Við erum að því. Þið eruð að því, en þið eru ekki með kúabú? Nei. Kaupið þið mjólk einhvers staðar og... Við kaupum bara mjólk og íblöndunefni og rjóma og... Og er eitthvað sérstakt við ykkar ís? Já, hann er öðruvísi en annar ís. Leinu uppskrift væntanlega? Já, og þykir mjög góður. Ég verði að fá eina sneið í viðbót á þessum dásamlega sílungi og takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og gangi ykkur vel, þetta er meira ævintýri. Gjör svo vel. Takk fyrir.